í ferðalagið. Komið sæl, þessi tunglmynd var tekin af landinu rétt eftir klukkan 1 í dag. Þá sjáum við lægðina sem var hér suðvestur af landinu. Skilin lágu hér yfir landinu og það var farið að hvessa ansi mikið víða við suður og vestur ströndina. Það var reyndar hvassast í vindhviðum á Hvamminn Eyjafjöllum í morgun, 46 metrar á sekúndu, en vindurinn náði 20 metrum á sekúndu í meðalvindhraða á nokkrum stöðvum hér suðvestanlands, þar á meðal á höfuðborgarsvæðinu og eins á Keflavíkurflugvelli. Það var öllu mildara veður og minni bæði vindur og úrkoma á norðanverðu landinu og bjartviðri þar, en þar náði hiti vel yfir 10 stig á nokkrum stöðum og bráðnaði áfram snjór í fjöllum á þeim slóðum. En við sjáum á yfirlitskortinu hvernig þessi hreyfing á lægðum heldur áfram. Lægðin sem olli veðrinu í dag, hún fer nú áfram til norðurs. Við fáum aðra lægð hér nokkuð fljótlega upp á landinu á morgun og á fimmtudaginn þá þessi víðáttumikla lægð sem hérna suður á hvarfi. Hún kemur til með að hafa áhrif á veðri hjá okkur á fimmtudag og föstudag. Hér sjáum við hvernig þróunin svona frá því klukkan 18 og fram á morgundaginn. Það hvessir aðeins þegar næsta lægð gengur upp að suðurströndinni á morgun. Það verður þó ekki jafn hvasst og var í dag, en það má alveg búast við því að það verði svolítil rigning mjög víða á sunnanverðu landinu og einnig vestan til á morgun, en áfram bjartviðri á norðanverðu landinu. Í fyrramáli þá nú víða svona kannski stundamilli stríða. Það aðeins hægari vindur víðast hvar, 8 til 13 metrar á sekúndu allvíða með suðvestur ströndinu og inn á suðvesturlandi. Það eitthvað skúraveður í kortunum og hiti allvíða svona 5 til 8 gráður strax í fyrramálið, en síðan bætir nú í úrkomuna og aðeins í vindinn þegar líða tekur á daginn. Það svipað sögu að segja að Vestfjörðum, það nú svona jafnvel hægari vindur allavega inn til landsins, en víða 10 til 13 metrar á sekúndu á miðunum, en svo má búast við því að til fjalla á norðanverðum Vestfjörðum nái vindur kannski 18 metrum á sekúndu. Það ekki útlit fyrir mikla úrkomu á þessum slóðum, en gæti verið smá skúraveður bæði á Snæfellsnesi og síðan á sunnanverðum Vestfjörðum. Á norðaustanverðu landinu þá áfram bjartviðri í kortunum og hitastigið það ætti að hækka eftir því sem að líður á daginn. Yfirleitt sól á þessum slóðum og við þurfum að fara hér alveg austur á firði til þess að finna eitthvað smá skúraloft, en það fer síðan að rigna þar þegar líður á daginn. Þannig eins og öllu þungbúnar á suðaustanverðu landinu. Vindur svona frekar hægur fyrst til að byrja með, 5 til 8 metrar á sekúndu, en talsverð rigning strax í fyrramálið og bætir svo í úrkomuna líka þegar líður á daginn. Klukkan 18 á morgun þá verður lægðin hér skammt suðvestur af Reykjanesi. Það verður það farið að hvessa með suðurströndinni. Það gæti orðið svolítið hvasst til dæmis undir Eyjafjöllum, þannig að það ekki ráðlegt að vera þar til dæmis á húsbílum miðjan dag á morgun og fram á annað kvöld. Ef þið ætlið að vera á slíkum farartækjum núna næstu daga þá eins gott að fylgjast vel með veðri og veðurathugunum og svona sæta lægi inn á milli þess sem að hvessir. Annars síðdegis á morgun sól áfram á norðanverðu landinu. Það heldur auðvitað áfram þá bráðna snjór í fjöllum og eitthvað skúraveður eða rigning á vesturlandi. Á fimmtudag, skírdag, þá sjáum við að áttin orðin heldur suðlægari. Það svona 8 til 13 metrar á sekúndu víða við vestur ströndina. Það hægari hér austan til, enda lægðin í raun og veru fyrir vestanland. Það ekkert ofsalega mikil úrkoma í kortunum að þeir virðist allavega fyrripartinn á fimmtudag, en síðan dregur fyrir sólu og fer að regna hér aftur þegar líður á kvöldið. Hiti gæti vel náð 10 til 14 stigum á norðanverðu landinu, en það öllu svalara hér sunnan til. Og á föstudaginn langa þá þetta úrkomusvæði gengið inn á land, útlit fyrir talsverða rigningu allvíða á sunnan og vestanverðu landinu, en áfram bjartviðri og hlýindi norðaustan til. Á laugardaginn þá síðan áfram þessi rigning, en það hefur dregið mjög mikið úr vindi, en það má hins vegar búast við því að það kólni svolítið og verði jafnvel einhver slitta til fjalla. En það gengur niður veðrið sem hefur verið í dag núna þegar líður á kvöldið. Það verður hægari vindur í nótt og í fyrramálið, en hvessir svo aftur sérstaklega á sunnanverðu landinu síðdegis á morgun með úrkomu allvíða á sunnan og vestanverðu landinu, en bjartviðri norðaustan til. Verið sæl.